Kristinn Ólafsson til varnar. Hvað gerir baunin hérna? Tómas Mikkelsen skorar af öryggi og Blikar kom. Og Viktor Karl með sendinguna hérna. Tómas Mikkelsen, hann lítur að skora! Þarna klikkar Ísak Óli Ólafsson. Landa sínum fyrsta sigri. Flottur sprettur að nefna Gísla Eyjólfssoni. Davíð Ingvars hér á Gísla Eyjólfsson og hann gerir þetta virkilega vel. Tómas Mikkelsen, hann ekki hættur hér? Mikkelsen, frábærlega gert og fjórða markið. Þetta eru Blikarnir. Setti á þessum lista 52% rúmlega. Hér hins vegar Höskuldur. Fasta settinguna teginn og þessi fyrir stöngina á Kristinn Steindórsson. Fyrir þriðingin hérna við Gísla og kemur með sendingunum á teginn. Árni Viljáns var að klára nærsvæðinu. Kemur skallinn og hér eru Blikar komnir í 2-0. Hér aukaspyrnu og kemur sendingin inn á teginn og Árni Viljánsson komin á blað hér fyrir Blikarna. Á mánudaginn en síðan heimsækja þeir Fylkismenn í Árbæinn. Hér hins vegar Jason komin inn á teginn og Jason reynir fyrirgjöfun og hér Höskuldur sem skorar fjórða markið fyrir Blikarna. Komi Blikum inn í þetta aftur Árni með Komið þið sælir, kæru áhorfendur Blikar nær og fjær og sem og stuðningsmenn annarra liða, Víkinga til dæmis. Við erum velkomin í beina útsendingu frá úrslitaleiknum í Bósmótinu, því virta móti, þar sem Blikar og Víkingar mætast. Liðið sem enduðu í fyrsta og öðru sæti á Íslandsmótinu, núna 2021. Það er ágætis aðstæður hérna í Kópavoginum, helvíti kalt en það er mjög milt og boltinn fleytist mjög þægilega með grasinu, þannig ég held að bæði lið verði í engum vandræðum með að spila góðan fótbolta í kvöld. Það var reysileikur frá annar stað. Maður sér það bara strax að Davíð Örn Atlason sem við Blikar erum nýbúin að selja til Víkinga, hann er bara kominn strax í byrjunarliðið í hægri bakvörðinn. Kominn aftur heim Davíð og ég ætla kannski bara að renna yfir byrjunarliðin. Á markinu á Blikum Anton Ari Einarsson, svo koma hafsendar Damir og Viktor Örn,
Davíð Ingason og Höskuldur Gunnlaugsson í bakvörðunum. Á miðsvæðinu er það Finnur Orri, Oliver og Dagur Dan. Og svo koma hann fyrir framan þá Kitty Steindós, Gísli Eyjóls og Andri Rabi Jómann. Ég er ekki alveg með hvort það er sem að spila 4-2-3-1 eða þetta er allt hreyfalegt afl þetta kerfi á Blikum. Davíð Atlason í einhverju bölvuðu vesinni. Vinnur boltann hins vegar aftur. Kristall Máni reynir eitthvað að axla niður á Viktor Örli en það gengur alls ekki upp og hann axlar hann bara út af. Liðið hjá Víkingum. Það er Ingvar Jónsson í markinu, fjara manna varnarlína Davíð Atlason, fyrrum Blikin, Karl Friðlaug, er þetta ekki Karl Friðlaugur, hann að 22 sín sem er, jú, það hlýtur að vera, og Atli Barkason. Þetta er Logi Tómasson hann úti vinstri, í vinstri bakkanum. Viktor Örlygur Andrason með boltann á miðsvæðinu. Júli Magg, númer 20 á miðinni. Svo koma Axel Freyr Harðarsson, Adam Ægir Pálsson, Kristall Máni og við vantar þá einn í viðbót sem er þarna leikmaður númer 25 sem ég sé bara ekki alveg hver er en ég ætla bara svona að taka það fram, ég er ekki með neina skýrslu fyrir fram að mig, þannig þar sem þessi leikur er ekki á KSÍ þá fæ ég þetta bara svona blind fyrir fram mig, þannig ég bara biðst afsökunar ef ég næ ekki alveg að kveikja hver er með boltan og hver ekki. Hér liggur syns þetta að vera Júli Magg við fengi ég kanni ask og Arnar Gunnlaugs sendi menn bara strax að heita. Halda mönnum heitum enda skítkalt. Virkilega áhugavert að sjá ef við horfum að hafsenda Víkinga hér þá er báðir bakverðir að upplægi. Það er Atli Barkason sem spilaði allt sumarið í vinstri bakverðinum og Karl Friðlaug sem var allt tímabil í hægri bakverðinum. Þeir eru í hafsendurum í dag. Enginn Halldór Smári eða Kyle McLagan, nýi leikmaður Víkinga sem kom frá Frömmurum. Davíð finnur Dag, hann fær pressu frá Kristall. Davíð í vesinni en gerir virkilega vel og kloppar hana Adam Ægir Pálsson. Viktor Örn í þvílíku brasi nei, það er búið að dæma handspil held ég. Afleitt sendingarna á Viktor Erni. Veit ekki alveg hvað planið var með þessari sendingu. Mér sýnist Finnur Orri vera í, Finnur Orri er í hægri bakverðinum og Höskuldur á miðinni. Frekar en öfugt. En Höskuldur náttúrulega breyst, eða svona, gerði sér nýja stöðu síðasta sumar. Og var bara í hægri bakverðinum og gerði það bara með mikilli prýði. Hér er hann mitt Höskuldur, fer hann á teginn, vill fá víti. Dómari leiksins dæmir ekki. Ég sé bara ekki eins og hver er að dæmina leik, hann er með húfu og vel klæddur, ég sé bara ekki hver þetta er. Hér er frábær fyrirgjöf, eða sending inn fyrir á spurning hver 25, ætli þetta sé Birnir Snær Ingason. Ætli það ekki bara. Einn af 9 leikmönnum Víkinga kom frá hinu Kópavogsliðinu HK. Menn eitthvað ósáttir hérna við hvort liðið átti innkastið.
Hér er Davíð, missir hann, Ára Gísli. Andri Rafn Jómann svoandi, mætir ekki boltanum hann að tapar hannum. Hér er Kristall. Sendir hann út til vinstri á Axel Frey. Axel Freyr. Auðvitað uppalinn Bliki. Fór í gegnum alla yngri flokkana en skipti svo yfir í Fram. Þriðja flokki. Axel gekk til liðs við Víkinga fyrir síðasta tímabil og fór svo á lán í Kórdrengi. Gerði þar bara virkilega gott mót. Hér er það Karl Friðlaugur. Tilbaka á Þór Ingarsson sem er bara sultuslakur, fer í langan. Það kemur Adam. Viktor Örn leyfir þessu að fara. Ára Davíð setur það tilbaka á Anton. Anton með snyrtilega sendingu á Viktor Örn sem fær pressa á sig frá Kristall. Kristall rennir hana. Ára Davíð Dan. Virkilega vel gert hjá Degi Danana, virkilega snöggur á fyrstu metrunum þann dagur. Búinn að vera virkilega flottur í þessum leikjum í Bósmótinu. Kom þetta frá Mjöndalen, frekar en Fylki. Já. Það eru Come on, öskrar Óskar Rafn, hann er ekki alveg nógu sáttur með þessar fyrstu mínútur. Það er Kristall Máni sem liggur eftir. Hefur fengið eitthvað spark í ristina eða sköflunginn eða eitthvað á þessu svæði allavega. Vantar auðvitað nokkra lykilmenn í bæði lið auðvitað. Ef við byrjum kannski á Blikunum, þá vantar auðvitað Elvar Frey Helgason. Hann er á bekknum. Árni Vilhjálmsson er ekki í hóp í dag. Jason Daði meiddur að ég held. Viktor Karl, hann er ennþá veikur. Og svo Höskuldur Gunnlaugsson, hann er alltaf kominn tilbaka inn í liðið eftir að misti að leiknum gegn Stjörnu. Og svo já, Víkingum áttar auðvitað markaðista leikmann Pepsi-deildarinnar núna að þessu tímabili Nikolaj Hansen. Og báða hafsendana Kalmar Glagan og Halldór Smára. Vantar Pablo Puniet. Spurning hvort hann sé á bekknum, ég bara þekki það ekki. Hér er eitthvað misskilningur á Víkingum og Blikar er innkast. Það var að Gísli var að vera á Kitta. Kitti snýr hana, sendur hann út til vinstri á Dag Dan. Dag Dan fyrir á vinstri, gefur bolta fyrir. Kalli hreinsar frá hana. Það er ekki nóg gott hjá Oliver. Vinnur hann hins vegar aftur og tapar hann strax aftur. Það var á Höskuldur. Setur hann til Damir sem er aftur mættur í treyju nr. 10. Setur hann út til vinstri á Davíð sem tekur hann vel niður. Reynir að fyrirgjöf ská út í teyginn en Víkingar koma þessu frá. Og ég sýnst ég sá hana Pablo Puniet við bekkinn allavega á Víkingum. Ég sé ekki hvort það sé í takkaskómi eða ekki, en hér er það Davíð Dan inn á teyginn. Andri Rafn Jómann fær hann bara í sig. Reynilega.
á að vera Birnir Snær sem er hreint bara út í auglýsingaskilti. Víkingar eitthvað ósáttir með dómgæsluna, vildu fyrst brota á Finn Orra og svo vildu þeir innkast núna. Það er Damir horfir út í vinstri og það er Davíð með hellingaplássi. Hér er Davíð gegn Davíð. Davíð finnur Kitta inn í tegnum. Það er Kitti, lyftir honum skemmtilega og þessi endar í netinu. 1-0 Blikar, þessi gæi er náttúrulega ekki hægt sko. Þetta er svo skemmtilegu leikmaður Kristinn Steindórsson. Rosalega var þetta sniltilegt. Ég er ekki frá því að hann sé eini leikmaðurinn í deildinni sem hefði hreinlega bara dottið þetta í hug að reyna þetta. Þetta var frábært mark. Jæja, 1-0 fyrir Græna eftir 12 mínútna leik. Hér í úrslitaleiknum í Bósmótinu. Þetta var lygilegt mark. Lyfti honum svona skemmtilega yfir Ingvar Jónsson í markinu seg. Þegar Ingvar fer í langan. Gengur ekki verið tilbaka á Anton Ara. Hér Anton setur hann á Davíð. Davíð frá aukaspinnu fær ekki, jú, það er búið að flauta. Hér Finnur Orri fyrir langan í átt að Gísla Eyjóls en Kalli skallar þetta frá. Það er á dæmt brot. Fyrir einhverja smásakir, sýnst mér einhver bakgrinding. Það var Karl. Þórður Ingvarsson. Nei, ég segi alltaf Þórður Ingvarsson, þetta er alltaf Ingvar Jónsson í markinu. Hvað leika sér eldinum hana? Atli. Kalli. Hræðileg sendingu á Kalla. Arnar Gunnlaugsson ekki sáttur með þessa sendingu. Ákoma Blikarnir, Davíð kemur í ólappið, fær hann frá Finn Orra. Það var aftur Davíð gegn Davíð. Dagur finnur Oliver, hann tilbaka á Viktor. Anton Ari bara komin upp á miðjun nánast. Það er þetta frábær sending á Davíð og Davíð tekur hann með sér, fer framhjá Davíð er inn í Allasinni. Hvað gerir Davíð? Leggur hann til hliðar í átt að Gísla en það er ekki bara að skjóta hann að drengurinn. Það ætla að skora í leiknum gegn KR. Þetta er bara að skjóta á markið hann að drengurinn. Við erum smá eigingjarn. Það var að Adam Ægir missir hann. Það Finnur Orri. Hamrar Hessuberg í byrtu. Það má stundum á og til bara hamra honum byrtu ef það er ekki möguleikar. Í stað þess að fara að þvinga eitthvað. Virkilega góð pressa hann hjá Höskuldi. Skemmtilega að spila hann á Blikunum aftastur á vörninni. Það var Anton. Bara rólegur sendur hann til hægri á Damir. Damir lyftir honum
Og Höskuld, þetta er virkilega vel gert hjá Blikunum. Frábær fótbolti. Þá kemur Davíð á fleygiferð í áttategnum. Skjóttu bara drengur. Frábær markvörsla hjá Ingvari Jónssoni. Flott skot hjá Davíð með vinstri í fjær. En Ingvar Jónsson verður þetta bara mjög vel. Nær hann að snertingu á boltann og er rétt fram með stönginni. Það var að hornspinna frá hægri. Davíð hann rúlla honum ekki bara núna á, rúlla honum bara á Höskuld og hann kemur með hann fyrir. Þetta er í teginn. Það var að Davíð leggur hann fyrir sig. Kýs að gefa ekki fyrir. Það var að Finnur Orri. Sendir hann út á Gísla Eyjólfsson en Júli Magg Akkeri á miðju Víkinga tæklar þetta. Virkilega góð tækling. Davíð leitar og leitar, Finnur Kitta. Það var að Kitti. Og Oliver reynir að lyfta honum upp í horn á Davíð eða Gísla, gengur ekki en Blikarnir vinna strax aftur. Það var Viktor Örn. Viktor Örn eitthvað ósáttur með liðsfélaga sína, vildi fá fleiri möguleika. Kemur Davíð, hoppa bara baki á Davíð Atlasinni. Viktor Örlygur sig. Reynir hann að senda í gúti vinstri á Birni Snæ, gengur ekki. Kemur Andri á Bjómann, reynir að finna Gísla, gengur ekki. Víkingar inn á þessu. Og Adam Ægir finnur Kristall sem fær Viktor Örn í bakið og dæmt brot. Þá er Davíð finnur Höskuld, hann horfir til hægri, Finnur Orra. Kemur Finnur, horfir inn á teginn, leitar og leitar, fær Höskuld hann utan á. Höskuldur með sendingun á teginn, Ára Gísli með skallaða marki en Ingvar Jónsson ekki miklu vandræða með þetta. Það var Kristall í vesinni hana, fær pressu frá Oliver. Heppinn hana. Það var að Birnir Snær, reynir að finna Axel, gengur ekki. Það var að Höskuldur. Það var að Finnur. Setur hann tilbaka á Damir. Það var að Gísli, lætur að fara og hann er hægt á ferðum. Oliver, fyrsta snertingin svíkur hann örlítið þarna. Virkilega flott sókn hjá Blikum. Stórhættuleg sendingarni á Viktor Erni, ég veit ekki alveg hvað var að gera hann að drengurinn að koma að Víkingarni. Viktor Örlygur fer á vinstri fótinn sinn, setur hann út til vinstri á Birni Snær. Hliðanetti.
Hérna. Háskaleikur. Þar Davíð. Nei. Þetta er Árna Árasinn. Stórhættulegt færi hann í Víkingum. Birgir Snær kaus að fara á vinstri löppina. Brást bóðalistinn. Kemur Davíð Örn. Það er brot á Höskuld. Ánægilegt að sjá að það er alveg harka í þessum leik þrátt fyrir að þetta sé, bara svona æfingaleikur. Eða úrslitaleikur í æfingamóti. Þá kemur Luigi. Ætlar að spyrna þessu fyrir markið. Blikarnir stilla upp hárri línu. Mjög hárri línu, þar að segja. Spurning hvort að Logi reynir bara að skjóta hérna. Reikni með að Anton taki bara skrefið. Já, hann reynir skotið, ætlaði að taka Fabio Aurelio. Nei, hvort það ekki verið Aurelio sem skoraði á móti Chelsea eitthvað tímann í meistardeildinni fyrir Liverpool. Það var góð pressi á Blikum. Andrea Bjóman finnur Dag Dan. Það er rosalegt hvað Dagur Dan er fljótur á fyrstu metrunum, reynir sendinguna fyrir, en þar er eiginlega engin nema Höskuldur. Höskuldur horfir, finnur Gísla, en rata bara ekki á hann, en það sem Júlía Magg kemst fyrir þetta, þá koma Víkingarnir, Adam Ægir. Það var einkennilegt að kausa að taka ekki boltann, ég held að hann myndi bara fara fram hjá Davíð. Kemur Adam. Það var Kristall, og Kristall reynir hér skotið í stöngina! Já, hérna sá bara ekki hvort Anton Ari náði einhverju snertingu í þetta, en stöngina fór boltinn. Víkingarnir nógna markið hér tvisvar. Hreinlega bara óheppnir að vera ekki búin að skora. Með að við tækifæri segir að fengi. Það var Júlía Magg með skemmtilega sendingu á Birni Snær. Birni Snær kærulaus tapar honum, og hér er það Gísli Eyjólfsson. Þetta er engin ráðstæða. Nú kemur Gísli, einn gegn Karli. Það var Gísli að fer á hægri löppina. Gísli og víti. Já, þetta er vítaspinna, segir dómari leiksins Arnar Gunnlaugsson. Allt annað er sáttur með dómarar þarna. Mér sýnist þetta að Víkingarnir getur verið að mótmæla þessu of mikið, það er eitthvað aðeins verið að tala við dómarann, en þetta var bara flott skyndisókn hjá Blikunum. Fljókir horfði bara upp, sá að Gísli var með hellingarsvæði, fundan 1-1 og svo bara víti. Fiskar tekur, er víst reglan hjá Blikunum alla í þessum leik. Gísli Eyjólfsson fyrir á punktinn. Hvað gerir Gísli? Já, skorar að miklu öryggi. 2-0. Setur hann bara hægri fótur, hægra horn. Og Ingvar Jónsson fyrir vitlaust horn og Blikarnir komnir í 2-0 eftir 25 mínútna leik. Gísli Eyjólfsson. Þá koma Blikarnir. Anton Ari leitar og leitar.
finnur Höskuld sem fær pressu í bakki, en þetta er frábær snúningur í Höskuldi. Tekið niður, ekkert dæmt. Kemur Birnir Snær. Og aukaspyrna á Kristal Mána sem hreinlega bara trúir ekki sínum megin augum. Spurning hvort hann vildi bara fá víti hana sjálfur, en aukaspyrna dæmt. Adam Ægir reynir að finna Kristal sem var í ágætis stöðu, reynir hann að skalla hann fyrir hann, en skallið var bara ekki nógu góður. Þá koma Blikarnir Andri Rafn Jómann hann úti á hægri kantinum með frábæra sendingu á Kitta Steindórs. Hér kemur Kitti. Fyrsta snertingin hann svíkur hann aðeins. Þá koma Víkingarnir aftur í skyndisókn. Birnir Snær 1-1 gegn Damir. Birnir hann ætlaði að taka stóru skæri sín, en virkaði ekki að þessu sinni. Birnir er alltaf þekktur fyrir að vera mjög teknískur og svona skemmtilegu leikmaður. Alltaf kallaði binnibolti. Frábær sending á Davíð Ingvarsinni. Ára Gísli setur hann fyrir. Kitti endar í Höskuldi. Yfir markið. Frábær sending hann á Davíð Ingvarsinni. Hárið nákvæm. Gísli laði hann út í teginn, ætlaði að finna Kitta. Fór fram með Kitta, en þar kom Höskuldur í seinni bylgjunni. En brást bólistinn í að brotana og Víkingarnir fljótir að taka þetta. Kemur Viktor Örlygur. Horfir til vinstri, horfir til hægri. Kýs að nota Adam. Kemur Adam, er 1-1 gegn Davíð. Adam leitar hann að einhverju klufu til að senda fyrir, en Blikarnir koma sér eða. Fín sending út til hægri á Finn Orra. Það var Anton leitar. Það var Finnur Orri, leggur hann tilbaka á Oliver og Oliver alveg tilbaka á Anton, og Anton fyrir bara langan. Hamrar þessu fram. Nú dæmir hann brot. Það var Adam Ægir. Adam reynir bara skotið af 35 metrum, en fyrir bara beint í Höskuld. Höskuldur, eins og ég sagði, hann kominn aftur inn í liði eftir að mista af Stjörnuleiknum og var örugglega upptekinn í laufabrauðsbakstri. Það var Damir finnur Dag. Dagur finnur hér Davíð. Virkilega vel gert í Blikunum hann að Höskuldur setur hann út til hægri á Finn Orra. Finn Orri keyrir hérna í 8 teignum, setur hann út til hægri á Jómann. Sendingin ekki nógu góðan á Finn Orra, ætli á Höskuldi. Rataði ekki, og þá kemur Davíð Örn. Og dómari leiksins stöðar hér leikinn. Júlíu Max skilur bara ekkert í.
Statt í lappirnar heyrist úr stúkunni. Það er nú bara ágætis mæting á þennan leik, sýnist mér. Svona miðað við að þessi föstudagskvöld og það er bara ánægilegt að fólk nennir að mæta á völlinn miðað við kuldann. Það var dagur, Kristall Máni reynir hann að taka niður, það er bara gult spjald. Já. Pjúra gult spjald á Kristall var allt og seinn að reyna að fella Dag niður. Eins og ég kom inn á hann, það var bara virkilega ánægilegt að sjá að það sé alveg hiti og harka í þessu. Þráttur fyrir að þetta sé bara æfingaleikur. Menn sé aðeins að láta menn heyra það og tæklingar fljúga hérna og ég veit ekki hvað og hvað. Það var Anton fyrir langan í átt að Jóman. Logi Tómasson skallar þetta bara beint á Finn Orra. Rúmt korter eftir þessum fyrri hálfleik. Komnar 33 ára klukkuna, það eru örugglega 2-3 í uppbót. Það var Kristall Máni, setur hann út í hægri á Adam. Kemur Adam, leitar inn á teginn. Fyrir Dag Dan og þann í hornspyrnu. Víkingar fá hornspyrnuna frá hægri. Þar skokkar Luigi að boltanum. Spyrnumaður góður, Logi Tómasson. Frábæra vinstri löpp. Þá Logi inn á teginn og nei, þessi enda bara í markspyrnu. Blikarnir fljótir að taka það. Það var Damir. Horfir til vinstri í átt að Gísla. Já, allar að nota hann. Frábær bolti, átt að Gísla. Hér kemur Ingvar, skallar hann til hliðar á Viktor Örli og hann bara niður á Davíð sem týndi boltanum hann í smástund. Blikarnir konur raun að vola á völlinn. Já, góð pressa á blikum og kemur Höskuldur. Júli Magg hamrar þessu burt og Logi ætlar að reyna að reynsa þetta frá en sparka bara í innkast. Nei. Þessi enda bara í innkasti. Hvað kæruleysi hann á Kíta Steindós. Fær boltan bara undir yluna, endar í innkasti. Víkingarnir reyndar fljótir að koma í sig leik. Það var Viktor Rörliður. Strákur fæddur 2000. Virkilega góður í fótbolta þessi leikmaður. Og Adam fljótur að hugsa. Finnur Viktor Rörliðan á hægri kantinum en Dagur Dan fljótur að elta niður og kemst fyrir þessa sendingu sem endar í hornspyrnu. Enn og aftur kemur Logi Tómasson skokkandi á boltanum fyrir að taka þessa hornspyrnu. Trúi ég varla að þessi hornspyrna verði slakari en sú fyrri. Bara Logi sé nú ekkert spes heldur en Víkingarnir konum með hann aftur. Logi fer inn á völlinn á vinstri lappina sína. Kemur Kalli, finnur Adam fer bara í skotið! Flott skotana hjá Adami. Með vinstri.
hægri fóta leikmaður en virkilega vel gert hann á Degi Dan. Svo ég kom inn á hann, búinn að vera frábær í bósmótinu. Það er alveg að sé það af hverju Óskar Hrafn sænaði þennan leikmann. Var vissulega í slöku liði Fylkis í fyrra en það sér það alveg að þetta er leikmaður með mikil gæði og mikil kraft og hraða. Þá koma Blikarnir, Finnur Orri, setur hann út á Andra Rafn Jómann og hann á Oliver og Gísla. Flottir einnasteltinga fótbolti á Blikunum. Þá kemur Davíð Dan. Finnur Davíð, leita bara tilbaka. Ekki nógu góð sending hann á Davíð Dan. Blikarnir aðeins að ýta frá sér gult spjald á Höskuld. Þeir eru örugglega í svona 9. skipti sem Kristall Máni liggur í jörðinni og það er nú bara 37 mínútur búnar. Ná vera Kalli með bara frábæra sendingu inn fyrir vörna á Birni Snæ. Hvað gerir Birni Snæ? Leggur hann tilbaka á Loga Tómasson. Logi fer á hægri leppinu sína, reynir skotið en þetta er langt yfir markið. Maður sá það bara áður en að var að fara að skjóta. Þessi væri að fara yfir markið, einhvern veginn ekkert sjálfstraust í þessu skoti. Gísli finnur Oliverinn á miðjunni sem er nóg tíma. Ágætis hugmyndan á Kitta, ætlaði að láta hann fara. Davíð var hreinlega bara ekki tilbúinn. Kitti hann var með ágætis svæði hann til að stinga sér inn fyrir. Gísli ákvað ekki að nota hann. Það var Höskuldur. Það er áhugavert að sjá hvort að Blikarnir ætli að sækja sér hægri bakvörð fyrir sumarið en auðvitað seldum. Heyrðu, það er þessi endur í stönginni. Sýndist hann að Höskuldur alltaf reyna sendingu fyrir markið að við farið af einhverju Víkingi og í stöngina og Ingvar Jónsson hann vel á verði. Náði einhvern veginn að blaka þessum í stöngina sýnist mér. En já, eins og ég var að segja þá er Blikar nýbúnir að selja báða hægri bakverði klúbbsins í Víking. Davíð Atlason og Karl Friðleif, þannig spurning hvort að Höskuldur Gunnlaugsson sé bara hægri bakverði númer 1 eftir náttúrulega frábæra frammistöðu í bakverðinum í fyrra. Svo voru menn eins og Andri Rafn Jómann að leysa hægri bakverðarstöðuna. Finnur Orri er að leysa hana núna, þannig spurning hvað Blikarnir gera varðandi það. Það var Axel Freyr með sendingu ætla Davíð Erni. Þarna gerir Davíð Dan ekki vel. Davíð Örn bara hreinlega étur hann hana í návi. Ára Adam, Viktor Örlur, Finnur. Þetta hlýtur að vera víti. Já. Ég skil ekki alveg hvað Arnar Gunnlaugsson er að gera þarna á hliðarlínunni. Hann hleypur hana í átt að aðstofadómaranum eins og ég veit ekki hvað og sparkar í brúsa en
þegar það er búið að dæma víti. Ég skil þetta ekki alveg, hann var að hugsa sig hann að dómarinn og endaði svo að dæma víti, en Arnar Gunnlaugsson hins vegar bara trillist hann á hliðarlínunni. En vissulega réttilega dæmt hann á dómaraleiksins og mér sýnist Adam Ægir Pálsson standa á punktinum, getur minnkað þetta í 2-1. Flautar dómarinn og Adam Ægir á 2-1. Virkilega gott víti hana á Adam Ægir Pálssoni. Það þarf ekki alltaf að vera fast, bara leggja hann í hornið, bara alveg út í stöðing þar sem Anton Ari kom engu vörnum við, fór í rétt horn, en vítið var bara það gott að enda í netinu. 2-1, 42 á klukkunni. Bara virkilega skemmtilegur fyrir hálfleikurinn á milli gull- og silfurliða. Sjá hennar Zidane snúning á David Dan. Finnur Kitta Steindórs inn fyrir og Ingvar Jónsson hana svípar. Þá koma víkingarnir Kristall Máni, en sjáu þessa tæklingu á Damir, þetta hlýtur að rangstæða. Já, já. Flaggi á loft, pjúra rangstæða. Sem ég var að segja, bara virkilega skemmtilegur fyrir hálfleikur milli gulls- og silfurliða Pepsi-deildarinnar 2021. Spurning hvort þetta sé eitthvað verðandi erkifjendur til komandi ára. Andrea Bjómann reyna að finna Kristinn Steindórsson inn fyrir. Það var Anton Ari. Finnur Oliver sem setur hann í fyrsta út til hægri á Damir. Höskuldur étinn hann á bara á miðjunni. Adam Ægir á flaggi á loft. Þetta var alltaf rangstæða, það sáu það allir á vellinum. Enga síður skemmtileg sendingana á Adam Ægir. Það var Viktor Örn. Spurning hvort að markaskorari Víkinga Adam Ægir Pálsson fá eitthvað stærra hlutverk í Víkinni í sumar. Það var ekki í stóru hlutverki allavega í sumar, en það var náttúrulega hvað með Key sem var oft á kantinum, en hann náttúrulega ekki í herbúðum Víkinga lengur. Runnin út af samningi að sem Víkingar ákvaðu ekki að framleggja við hann, þannig aldrei að vita, kannski var Adam Ægir bara í nokkuð stóru hlutverki í sumar. Þá kemur Andrea Bjómann, frábær tækling. Það var að Finnur Orri. Misskilningur hann á milli Höskulds og Finns. Lenda hana saman. Það er ekkert verið að bæta við þetta. Það er flautað til hálfleiks. Blikar leiða hér 2-1 inn í hálfleikinn. Markaskorarar Blika voru Kristinn Steindórsson sem skoraði fyrsta markið, svo skoraði Gísli Eyjólfsson á vítaspyrnu og svo núna bara rétt fyrir leikslok var það Adam Ægir Pálsson sem minnkaði muninn. En farið að ná ykkur í kaffi eða eitthvað og við sjáumst bara eftir korter.
Kristinn Ólafsson til varnar. Hvað gerir baunin hérna? Tómas Mikkelsen skorar af öryggi og Blikar kom. Og Viktor Karl með sendinguna hérna. Tómas Mikkelsen, hann lítur að skora! Þarna klikkar Ísak Óli Ólafsson. Landa sínum fyrsta sigri. Flottur sprettur að nefna Gísla Eyjólfssoni. Davíð Ingvars hér á Gísla Eyjólfsson og hann gerir þetta virkilega vel. Tómas Mikkelsen, er hann ekki hættur hér? Mikkelsen, frábærlega gert og fjórða markið. Þetta eru Blikarnir. Seti á þessum lista 52% rúmlega. Hér hins vegar Höskuldur. Fasta sendinguna teginn og þessi fyrir stöngina á Kristinn Steindórsson. Fyrir þriðingin hérna við Gísla og kemur með sendingunum á teginn. Árni Viljáns var að klára nærsvæðinu. Kemur skallinn og hér eru Blikar komnir í 2-0. Hér aukaspyrnu og kemur sendingin inn á teginn og Árni Viljánsson er komin á blað hér fyrir Blikarna. Á mánudaginn en síðan heimsækja þeir Fylkismenn í Árbæinn. Hér hins vegar Jason komin inn á teginn og Jason reynir fyrirgjöfun og hér er Höskuldur sem að skorar fjórða markið fyrir Blikarna að gera. Komið Blikum inn í þetta aftur Árni með spyrnuna. Ískaldur af punktinum sendir Hannes. Blikum flott spil, Davíð reynir fyrirgjöfina og dettur þetta út tegið. Kemur skotið! Blikar að taka fórstuna hér. Bansen. Þetta aðeins upp á gæðin í raun og veru í sendingunni. Það kemur frábær sending eins og er Jason Daði komin á teginn. Jason með skotið! Setur hann í fjærhóttið. Geggjum! Skipting frá vinstri. Í gýrin einhvern veginn. Fá þess að trú. Það er nátt að fara aftur á teginn. Viktor Karl komin í færi með skoti og fer yfir Gunnar Nílsson. Gunnar Nílsson til varnar og setur hann einfallega í rangt horn. Ískaldur. Og síðan skalli hér á mark. Kristinn Steindórsson er að jafna mittinn. Mikkelsen og hann skorar af öryggi og jafna mittinn hérna. Lyfti boltanum inn á Andra Rafn og Andri Rafn með skot og þetta fyrir stöng og inn. Blikar eru að komast yfir hérna. Andri Rafn. Hotspinnunar oft svona færa boltan og síðan kemur fyrirgjöfin. Viktor Karl, allt of auðvelt fyrir hann að koma sér í skotstöðu og hann setur boltan þarna glæsilega í fjærhornið. Þessi varnar. En það er Höskuldur og nú tekur hann í híthornið og Blikar eru komnir með 2-0 fórustu hér. Höskuldur. Fín sending. Davíð Örn
Þá Höskuldur. Höskuldur, hann kominn í gegn hann Höskuldur og skorar hér þriðja markið af Harðfylki. Frábærlega gert þarna hjá fyrirliðanum, fór í gegnum tvær tæklingar þarna. Gísli kominn í færi og meiri háttar mark. Gísli Eyjólfsson sláinn inn. Já, hann má ekki fá þennan tíma og þetta. Já, Gísli Eyjólfsson kemst inn í þessa sendingu. Hér tækifæri fyrir Blikana. Gísli og Viktor Karl, hann að skora. Annað mark Blika, þarna refsaðir. Hafa það alveg á hreinu og þá heldur betur inn í málunum en þá. Hér Hallgrímur með skotið og þetta fyrir að varnarmanni og Hallgrímur á kantunum og Ásgeir Sigurgeirsson upp á topp. Hér skalli, 1-0 fyrir Blikum. Þeir skora hér strax í upphafi seinni hálfleiks. Kristinn Steindórsson með sitt og Viktor Karl. Og frábærlega spilað aftur og hér aftur að opnast hjá Blikum. Árni Vilhjálmsson, 2-0 fyrir Blika. Árni Vilhjálmsson að koma Breiðablik í 2-0. Hér Árni á punktinn og hann skorar af öryggi. Árni Vilhjálmsson kemur Breiðablik í forystu hér. Árni tekur hann á kassan hérna og boltinn upp í háloftunum hérna. Góð móttaka hérna á Kristni Steindórssoni. Jason Daði tekur hann með sér. Jason Daði bæta mörkum. Það 2-0. Kristinn Steindórsson að tvöfald. Og þetta rangstaða eða hvað? Það ekki rangstaða hér. Hér Jason Daði. Hann má ekki gefa hann Árna, núna má hann gefa hann Árni! Þeir gjörsamlega pakka valsmönnum saman og gjörsamlega kóróna síðan á hálfleikinn. Árni Vilhjálmsson með 10. markið sitt á tímabilið. Heimamenn koma hér, Jason Daði, nú hann kominn hér á hægri kantinn. Jason Daði með sendinguna Alexander Helga og hann ætlaði að láta hann fara þarna. Jason Daði kominn í skotfæri og hann að koma Blikum yfir hér. Jason Daði Svanþórsson að skora hér 5. mark sitt á leiktíðinni. Þetta gerðan virkilega vel strákurinn og heimamenn eru komnir með forystuna hér í Kópavoginum. Það Höskuldur sem að tekur þetta skot og hann ver þetta og hann fylgir á eftir hann. Jason Daði Svanþórsson og skorar hér annað mark sitt og annað mark Blika. Jason Daði rúlar boltanum á Höskuld Gunnlaugsson og síðan skalli og það Viktor Örn Margeirsson sem að koma Blikum í 3-0 hérna. Hér Jason Daði, hann ekki rangstæð, frábær móttaka. Þorðu vera Jason Daði að skora en Gísli tekur markið af honum. Var hann á leiðinni í netið? Ég held það. En Gísli Eyjólfsson fylgir hann vel á eftir. Frábær móttaka.
Höskuldur og Jason vel spilað en Guðmundur kemur þessu frá hörmuleg reynslu og Kristinn Steindórsson að refsa Hákáingum fyrir þennan klaufaskap, skora hér. Og býtum við Davíð Ingvarsson kominn inn og Davíð í dauðafæri og Davíð Ingvarsson gæti verið að skjóta Háká hér endanlega niður í lengju. Bæði liða að fara að gera hér skiptingar. Og meðan Jason Daði að tía upp fyrir Árna Vilhjálmsson. Síðasti naglinn í kistu Hákáinga hér í dag kemur frá Árna Vilhjálmssoni. Hann var kátt hjá Seinni hálfleikurinn var á stað hér í Kópavogsvelli. Það sem Blikar leiða 2-1 eftir fyrri hálfleikinn. Það sem markaskorarar leiksins voru Kristinn Steindórsson og Gísli Eyjólfsson á Blikum og Adam Ægir Pálsson á Víkingum. Sýnist engar breytingar hafa verið gerðar á liðunum, allavega í svona snöggu bragði. Damir Múmínović reynir eitthvað að takta hérna, gengur ekki. Stafn Ingvarsson fer inn á auðvitað niður, ekkert dæmt.
Anton Ari fær pressu, leysir Blikarnir leysa þetta ágætlega. Það var að Luigi skallar hann í átt að Birni Snæ en Damir hreinsar þetta bara í hornspinnu. Hornspinna frá vinstri sem Víkingar eiga. Adam Ægir, Víkingarnir taka þetta stutt. Það var Logi Tómasson. Finnur Adam. Sendinguna fyrir. Heyrðu. Davíð Ingarsson gjörsamlega brjálaður að hafa ekki fengið brotana. En önnur hornspinna fyrir Víkinga. Það var að Adam með hornspinni, Víkingarnir taka þetta aftur stutt. Það var Logi, aftur Adam. Fyrirgjöfin hins vegar ekki góð. Davíð Dan touchar þetta bara. Axel Freyr ætlar þetta á. Bara Adam reynir að taka boltann niður, gengur ekki. Hér er Viktor Örlygur, Kristall Máni, virkilega vel gert hjá Dami Múmínovic. Góð tækling hana, Kristall Máni var bara að fara að skjóta markið hana. Það var Axel Freyr, setja hann niður á Atla Barkason. Friðlaugur í ykkur brasi hana með boltan. Setur hann alla leið tilbaka á Ingvar Jónsson. Víkingarnir leysa þetta ágætlega. Birnir Snær. Finnur Viktor Örlyg. Ekkert dæmt hana, Kristall Máni fellur niður. Og þá er það dæmt brot. Sýnist að Adam Ægir og Birnir Snær að skipta kanta. Adam Ægir kominn út í vinstra megin og Birnir út í hægra megin. Standa þarna þrír yfir boltanum hjá Víkingum. Nú bara tveir, Adam og... Það var bara Adam. Sem ætlar að spyrna þessu fyrir hérna og kallar á Loga Tómasson. Adam sem tekur þetta, sendi ekki fyrir. Viktor Örn hamrar þessu burt. Það var Atli Barkason, mismunandi sendingi á Atla. Kemur Oliver. Blikarnir vilja fá brot þarna á Birnir Snæ. Það var Atli. Virkilega góð sending af Atla. Hægri kantinn á Viktor Örlyg. Víkingarnir halda bara ágætlega í boltan. Góð sending á Atla Barkason til vinstri á Loga Tómasson. Ágætis sendingu fyrir markið en Viktor Örn hamrar þessu bara burt. Sýnist Blikarnir vera að nota meistaradeildarboltana sem við fengið í gegnum okkar merka kvennalið. Svona appelsínugulu boltar sem sjást vel á veturna. Sum og sumrin.
Þetta lítur á rangstað á Birni Snæ. Þetta lítur að vera brot. Já, já. Axel Freyr eitthvað að láta til sín taka. Fær hérna gula spjaldi frá Einari dómara. Það er að Finnur Orri sem ætlar að taka þessa spinnu. Damir þetta rennir hann bara til hliðar á Finn. Það var Damir leitar, Finnur Oliver. Það var þetta ítt þarna, ekkert dæmt á Einari, alltaf að dæma. Hér koma víkingarnir. Nei, Adam hann ekki nógu fljótur að hugsa. Kristall Máni var bara að sleppa einn í gegn en vantaði hann aðeins að kveikja á hausnum. Damir Múmínovs fær hérna að líta gula spjaldi, virðist hafa stigið ofan á reistina á Kristalli Mána sem við erum, nei. Einar dómari var eitthvað búinn að kalla á aðlýningu en sýnist hann hafa stoppað það. Þetta sé ekki svona 12. skipti sem Kristall búinn að fara í jörðina hérna á þessum 53 mínútum. Hér er Viktor Örlygur, hann reynir bara skotið. Ekkert þessari tilraun. Virkilega flott sendingan inn á miðjuna á Höskuld Gunnlaugsson sem með nóga pláss í Hallgrímur Andra Bjómann. Setur hann til vinstri, ætlaði Gísla Egilssyni en sendingin ratar hann ekki á Gísla. Það var Davíð. Finnur Dag. Aftur á Davíð. Nei, rangstað dæmt. Kæra liðið síðan í augnablikkunum. Kemur Gísli Eyjólfsson í pressu. Tæpur að ná þessu. Ná hann að snertingu. Víkingarnir komnir helvíti aftarlega á völlinn. Virkilega flott pressi á Blikum. Ára Höskuldur Gunnlaugsson 3-1. Frábært marki á Blikum. Komið Víkingum hana virkilega neðarlega á völlinn og setti þar góða pressu. Þar sem unnum boltann. Sending á Höskuld sem hamrar honum bara með hægri niður í vinstra horni. Virkilega flott markana já Höskuldi. 3-1 staðan. Hér sýnist mér vera skipting báðum megin. Sýnist Halldór Smári vera að koma inn á fyrir Víkinga fyrir Davíð Örn Atlason. Spurning hvort hann sé eitthvað meiddur og hér er það skipting á Blikum. Það er Kristi Steindorsson sem kemur hér að velli og inn á kemur Benedikt Warren sem gerði frábæra hluti með Vestra á láni í fyrra. Nú eru Blikar ekki með neitt hreinræktaðan frammeir einn á. Spurning hvort það Beno fer bara í saman hlutverk og Kitty. Svona free flowing frammeir í hana. En allavega eftir komu Halldór Smára inn á völlinn, þá hefur Karl Friðlaugur færst í hægri bakvörðinn, hans náttúrulegu stuð. Þá koma Víkingarnir, Birnir Snær, leitar hann á teginn, finnur Viktor Örlyg sem reynir að taka niður. Setur hann á Júla Magg.
Davíð Ingvarsson gerir hann ágætlega. Þetta ekki brot. Nei. Veit ekki alveg hvað Dagur Dan á að gera þarna. Hann getur ekki látið sig hverfa þarna. Hann ágætur í fótbolta en hann ekki galdramaður. Þá það fyrirgjöfin frá Loga inn á teiginn. Anton Ari kýlir þetta frá. Þá Axel Freyr leitar inn á teiginn. Júli Magg tekur hann á kassan, reynir skot með vinstri en gengur ekki. Skokkar Pablo Puniet í áttabekknum hjá Víkingum, virðist vera að gera sér kláran og Anton Logi Lúðvíksson gerir sér einnig kláran fyrir Blika. Þetta Anton Ari Einarsson í ágætis skóarútleipið hana. Bara stál heppinn að þessi endaði ekki í netinu. Damir finnur Andra Rapp Jómansen. Það ekki komað snertingu á boltan hana. Það Júli Magg fyrir Víkinga, reynir sendingu upp í horn, hún gengur. Það sé ekki alveg hver það var núti hægra megin, Karl Friðlaugur síns mér. Og kemur Júli Magg og tæklar þetta bara í innkast. Blikarnir halda þessu inn á, góð pressan á Birni Snæ. Sjáum við hraðan í honum, nær þessu. Já, reynir sendingu fyrir markið. Þarna var Kristall Máni á flegi ferðin á teiginn en Blikarnir komast fyrir þetta. Það var að Davíð Dan, sjáum við hvað hann snöggur á fyrstu metrunum, keyrir inn að koma Blikarnir flegi ferð í skyndisókn. Það var að Gísli kýs ekki að gefa boltan og þetta rennur út í sandinn en Blikarnir hins vegar halda boltanum. Davíð leitar út til hægri á Finn Orra. Finnur fær utan hlaupið. Nei, eitthvað. Þetta var eitthvað samskiptaleysi eða einhver misskilningur eða eitthvað. Ágætis sóknarni á Blikunum. Það var Júli Magg með sendingu inn fyrir á Birni Snæ, hann sem ekki rangstæður, flaggið fyrir ekki á loft. Birni fyrir hana inn á völlinn, ennþá með boltan. Finnur Adam leitar skotinu. Reynir hann að skot með vinstri en Damir Múmínovits enn og aftur fer fyrir þetta. Þá það skipting hjá báðum liðum. Axel Freyr Harðarsson fyrir Bliki sem kemur út af. Pablo Puniet kemur inn á og kemur út af Birnir Snær Ingarsson og leikmaður númer 14 kemur hér inn á fyrir Víkinga. Eins og ég kom inn á hann í fyrri hálfleik þá ég ekki með neina skýrslu eða hver nú með hvað fyrir fram að mig, þannig ég bara biðst afsökunar ef að ég þekki ekki þessi andlit sem að koma inn á. Anton Logi Lúðvíksson
er kominn hér inn á fyrir Blika. Sýnist að Andri Rafn Jómann hafi farið út af. Já. Það verða Viktor Örlygur lyftir inn á boltanum inn á teginn. Adam Ægir dansar hér með boltan. Adam Ægir með skotið en yfir markið Adam sem kom inn á hann er auðvitað réttfættur leikmaður en virðist bara að reyna að skjóta með vinstri. Fínt að æfa vinstri löppina svona á undirbúningstímabilinu. Og Anton Ari fær hérna pressu. Frábær sendingu inn á miðjuna segi á Höskuld sem virðist eitthvað að renna þarna. Þessi lítur að vera farin, já. Luigi ekki með á nótunum. Skrítið þar sem hann er auðvitað tónlistarmaður. Já, koma víkingarnir. Dami Múmínović reynir að stöða þessa sókn, gengur ekki. Virkilega vel gert þarna hjá, eins og mér leiðist mikið að segja þetta, hjá leikmanninu númer 14. Ekkert dæmt annað, þetta lítur þá að vera brot. Já. Nei, býtu. Já. Nú dæmir hann brot fyrir Víkinga. Pablo Puniet nær að bjarga sér úr þessum vandræðum. Það var Luigi. Reynir hann að sendingu á Júlíus Magnússon. Ratar ekki. Þarna fer Logi í splitt. Hægir þessum bolta. Keyrir í átt að teignum. Reynir að finna Viktor Örlyg, gengur ekki. Damir. Truflar víkingarna hana. Og Adam Ægir. Finnur Pablo. Pablo reynir að finna hann aftur, gengur ekki. Blikarnir koma þessu frá. Blikarnir komnir að vera nokkuð aftarlega á vellinu núna. Víkingarnir meira með boltan. Anton Logi reynir að finna Benedikt inn fyrir vörna en þetta er bara aðeins fastari sendingu hann að væri Benedikt komin í gegn. Eða Beno, svona er nú oftast kallaður. Það var að Anton Ari kominn ansi langt út úr markinu. Það var ekkert villast að reyna að skota hana en Víkingarnir leysa þessa pressu bara ágætlega. Þannig brot. Áfram með leikið, segir dómarinn.
Það var Atli Barkarsson, reynir sendingu. Hann á loga, hún gengur. Þetta lítur að vera grænn bolti. Vitlaust dómur hana hjá AD1. Þeir eru mannlegir líka eins og við hinn. Það var Logi. Veit ekki alveg hvernig hann ætlaði að gefa þarna. Og Davíð Dan reynir sendinguna inn fyrir. Það var Anton Logi. Anton Logi setur hann á hægri löppinu sína. Það var Gísli Eyjólfsson. Gísli en þarna dauðafæri en Ingvar Jónsson hann gerir sér breiðan með löppinni. Svona DG-varsla með löppunum. Þetta hlýtur að vera brot. Markspyrna. Ekki alveg hvort það hefur verið réttur dómur eða ætlaði að dæma eitthvað að vera brot á Kristal Mána. Virkilega vel gert að næja á Antoni Loga. Tók hann að Ronaldo choppið yfir á hægri löppina, rendi honum á Gísla en Gísli bara að gera betur. Það var Anton krefjandi sendingu á Finn Orra. Það var Damir, hann fyrir bara í langan. Já. Höskuldur reynir að flikka honum hana inn lengra. Þá kemur Davíð Ingvarsson. Sæmilegi hraðinn á þessum dreng. Það var Benó. Fellur niður, ekkert dæmt. Það var Anton Logi. Þessi snerting ekki alveg nógu góð hana. Þá koma víkingarnir í skyndisókn. Kristal Máni með utanfótarsnuddu út til hægri á Karl Friðleif. Karl Friðleif fer hana á hægri löppina. Þetta bara ekki lengra, segir Ólafur Sigurjónsson og vinnur boltann að ná honum. Gísli Eyjólfsson hana með skemmtilega sendingu. Heppnaðist að lokum. Það var Damir. Nei. Ætlaði hann að þykjast gefa hann og taka tilbaka en missir boltan bara til Pablo Puniet. Kristal Máni kemst ekki í ströndana. Bara í etinn. Kemur Gísli Eyjólfsson, vinnur boltan hann á Mallar er mikið blika. Anton Logi. Gult spjald á frábær sendingarna í Óskari Hrafni inn á völlinn. Gult spjald á Halldór Smára að mér sýndist. Nokkuð gul spjöld komin inn á leik. Elli 5 heyrðist mér. Óskar Hrafn vera að kalla. Sendingar átta bara beint út af. Víkingar eru, já, það er Anton Logi, vinnur hann að boltan, Anton Logi, já, 4-1, einhver vandræði þarna aftast í vörn Víkinga, Anton Logi Lúðvíksson, hann er kominn á blað, kannski ekki þekktasti markaskorarinn, en blikarnir hann að þeir refsa bara, það er bara svoleiðis, 4-1 fyrir blika. Anton Logi Lúðvíksson, strákur fæddur 2003.
Víkingar eru að undirbúa hér tvöfalda skiptingu. Sýnist þetta að vera strákur fæddur 2006 sem er að koma inn á, Stígur Diljan. Bráðefnilegur drengur, var á reynslu hjá Benfica sem eru með líklega svona topp 10 bestu akademíur í öllum heiminum. Og Alex Bergmann Arnarsson er einnig að koma inn á hjá Víkingum. En skemmtileg staðreynd er að sjá minna leikmann nr. 21 er allt inn á hjá Víkingum, Alex Bergmann, en hann er auðvitað sonur Arnars Gunnlaugssonar þjálfara. Mættur inn á hérna í hægri hafsendin. Það var Adam Ægir Pálsson sem fór hérna út af fyrir Stíg Diljan. Hver var það sem fór út af Víkingum? Það sá það ekki. Luigi enn og aftur ekki með á nótunum. Koma Blikarnir í pressu. Víkingarnir leysa þetta nú bara ágætlega eða hvað? Nei, Blikarnir er búin að vinna náttúru ára Gísli Eyjólfsson. Gísli ætlar ekki að skjóta hann að hann og guð. Nei, Höskuldur Gunnlaugsson! Þetta... Hvernig er þetta ekki vítaspyrna, spyr ég mig. Það færi hins vegar hjá Höskuldi. Ég veit svo sem ekki hvernig reglunar eru í þessu ef þú ert búinn að skjóta, hvað maður þá gera og hvað ekki, en Höskuldur Gunnlaugsson var alltaf að strauja niður eftir þetta skot. Óskar Hrafn var allt annað sáttur með dómara leiksins að dæma ekki vítaspyrnuna. Veit ekki alveg hvað Finnur Orri er að brasa þarna. Frá Kristall Máni, leita til vinstri, finnur Luigi. Finnur Pablo Puniet. Pablo Puniet fer bara í skoti, en yfir markið fer boltinn. Það eru Blikar að gera tvöfalda skiptingu. Það eru Finnur Orri sem er að fara hér á velli fyrir, eða hvað? Nei, eða hvað? Damir fer á velli. Damir og Finnur út af, Elli Helga kemur hér inn á og svo Ásgeir Galdur. Óskar Hrafn bara segir ég get líka skipt inn á stráki fæddan 2006. Ásgeir Galdur nýlega búinn að vera reynslu á FC Köpenhavn. Það var ekkert dæmt þarna. Það var Höskuldur, hlýtur að gefa hann út til hægri, nei. Ætlar bara að setja hann út í vinstri. Ásgeir Galdur var hann með hellingssvæði fyrir fram að sig. Kaus að nota hann ekki. Þá koma Blikarnir í pressu. Ásgeir reyndar bara eitt síns liðs hana í pressunni. Stefnir allt í Blikar sigur. 4-1 staðan. Fyrir þá sem eru bara nýbúin að stilla inn á vera Kristinn Steindórsson, Gísli Eyjólfsson, Höskuldur Gunnlaugsson og Anton Logi Lúðvíksson sem skoraði mörk Blika og Adam Ægir Pálsson sem skoraði mark Víkinga. Eins og kannski flesti vita þá eru Blikarnir alltaf virkilega góðir á undirbúningstímabilinu. Það var líklega bara verið besta undirbúningstímabilslið landsins síðustu árin. Synd að mótið sé ekki spila bara þá. Það var að Davíð Dan, virkilega skemmtilegur snúningur. Setur hann út í hægri á Höskuld. Höskuld setur hann bara í fyrsta inn á miðju, það var Anton. Það er hann að... þetta er augljósbrot. Það verða tekin viðtöl eftir leik. Ég ætla að skella mér niður á öll og taka viðtöl við báða þjálfarana eftir leik. Ég verða komin á fótbolta.net svo einhvern tímann í kvöld. Fyrir áhugasama. Það verða
Ásgeir Galdur. Svona ekkert vitlaus hugmynd, bara Höskuldur var ekki tilbúinn hana. Þetta leit ekki vel út. Gult spjald á Anton Loga, vonum bara Anton aðeins og seinna vonum bara að sé í lagi með Halldór Smára. Það er aðhlynningu. Já, svona meðan að leikurinn er stopp þá það er bara menn sé ágætlega heitir, viljum ekki að neitt fara að togna hér. Skítkalt úti. Fljótir að vera kaldir. Sýnir svo sem alveg verið í lagi með Halldór Smára. Það er bara hið besta mál. Góð pressa hann á blikunum, Halldór Smári setur þetta bara út af. Það er Eli Helga, setur hann bara til vinstri á Viktor Örn. Blikarnir leysa þetta ágætlega. Eli Helga, frábæra sendingu inn á miðjuna á Gísla Eyjólfsson, en Gísli Eyjólfsson reynir hann að sendingu sem gengur ekki. Gaman að sjá Ella Helga komin í pöndutreyna, treyju 45. Þannig að Ella Helga fer bara í langan. Alex Bergmann tekur þetta bara á kassan. Lítið búið að gerast síðan að Anton Logi skoraði hann áðan. Herðu, bíddu nú við, ég hreinlega bara mista þessu. Var þetta Davíð Ingólfsson sem reynir skot með hægri? Sýnir sér mér. Þetta eru hlutir sem gerast á svona 5 ára fresti. Davíð Ingólfsson að reyna skot með hægri. Það færi eins og það er blikarnir eru bara komin strax aftur með boltan. Blikarnir leysa þetta. Halldór Smári öskar hana, tekur boltan. Bara Pablo Puniet með sendingu fyrir en Viktor Örn Margeirsson kemst sér þetta. Fínasta sókn hjá Víkingum hana. Alltaf King Einar Guðna.
búinn að senda hér inn á YouTube chati að láta mig vita hver er númer 14. Það er Sigurður Steinar Björnsson. Takk fyrir þetta, Einar. Held hann sé í útlöndum að horfa. Það var skalli fyrir markið. Kristall Máni var að fara að moka þessum yfir línuna en Davíð Ingólfsson komst fyrir þetta. Það var Ásgeir Galdur, hann er bara komin einn inn fyrir, leitar til hægri á Benó og Benó reynir sér skoti. Já, það er 5-1. 5-1, takk fyrir. Ásgeir Galdur þarna geysist upp kantinn og var að frábæra sendingu inn fyrir á Benó. Klárar þetta með vinstri. Það mark var í boði Fífunar. Strákar úr Fífunni að gera þetta saman. Ásgeir Galdur 2006 módelana með stóðsettinguna. Virkilega vel gert þarna. 5-1, takk fyrir. Davíð Ingólfsson vinnur þetta skallaæfi. Það er að Höskuldur Gunnlaugsson. Snér hann ekki annað með boltann, drengurinn. Það er að Elli Helga reynir hér sendingu í átt að Galdri. Fer hins vegar bara út fyrir endamörku hann í markspinnu. Þá fara víkingarnir bara í langan. Viktor Örlygur skallar hennar bara aftur fyrir sig. Líkar í innkasti. Það er að Anton Ari fær pressu hana á sig, sendir inn á miðjuna á Höskuld sem gerir hana vel, tekur á mótunum og sendir hana bara tilbaka á Anton. Blikar að undirbúa þrefaldarskiptingu. Anton Ari hann að gera sér breiðan. Og þessi endar í hornspyrnu, virkilega vel gert hann í Anton Ara. Ég misti af þessu, eina sem ég sá var bara að Anton Ari var að gera sér hann að breiðan og verja. Og var að fá eina skýrslu hann bara gaf beint á við Víkinginn sem klikkaði þessu fína færi. Og Viktor Örlygur, það er hann að leika fram hjá Oliver, gengur ekki. Og það er að Sigurður, ekki leikmaður númer 14 heldur, bara Sigurður.
Luigi reynir hann að senda ykkur fyrir en Oliver kemst fyrir þetta. Þá er það þreföld skipting hjá Blikunum. Það er leikur farin aftur á stað. Það voru Ýmir Halldórsson, Arnar Númi Gíslason og ég held Viktor Andri sem kom inn á hjá Blikunum. Það var Luigi. Ýmir Halldórsson hana. Missir hann á boltanum. Fór í gegnum ágætis skóla fyrir sumar. Byrjaði í Augnablikksskólanum og færði sér yfir í Maggiból skólan í Mosó. Tveir mjög góðir skólar. Mæli með. Sérstaklega Augnablikksskólanum. Free flowing fótbolti sem spilaði þar, veit ég. Bannað að lyfta boltanum þar. Þá koma Blikarnir í svaka pressu, vinna hér boltan. Anton Logi var að pæla í að skjóta held ég. Leitar hérna. Ætlar að finna Viktor hérna. Ein mínúta eftir af þessum úrslitaleik í Bósmótinu. Blikar 5-1 yfir. Víkingar hafa hins vegar fengið ágætis tilraunir til að bæta við mörkum en hafa ekki nýtt þá séns að. Þá kemur Anton Logi fer á hægri löppinu sína. Finnur Galdur. Galdur 1-1 og gegn Luigi. Þetta gerir Galdur virkilega vel, reynir skoti en Ingvar Jónsson verður þetta. Spurning hvort að Einar dómari ætla að bæta ykkur við. Það er alltaf að koma 90 á klukkuna. Það var ekki að bæta miklu við í fyrri hálfleik. Þá kemur Pablo Puniet. Senur út til vinstri. Á Sigurð. Það gerir þetta bara virkilega vel en Elli Helga kemur hér með eitt alvöru Elli Helga brot bara. Svona togar hann bara niður. Þetta færi frá Elli Helga á undirbúningstímabilinu, það er bara svoleiðis. Það var Arnar Númi, Finnur Viktor, kemst ekki fram í Júla Magg.
Bara Pablo Búnét. Halldór Smári. Setja hann út til vinstri á Lóa Tómasson. Og ég reynir hann að fara fram hjá Höskuldi. Gengur ekki. Það var Galdur og Anton Logi. Hlýtur að setja fyrir. Nei. Kýs að nota ekki Viktor Andra. Óskar Rafn heldur áfram að æsa sig hann á hliðarlínunni þrátt fyrir að vera 5-1 yfir og 90 á klukkunni, en hér er flautað til leiks. Loka niðurstaðan hér í Bós mótinu úrslitaleiknum 5-1 fyrir Blikum. Skilar bara samfærandi sigur Blika. Markaskorarar í kvöld voru Kristi Steindorsson, Gísli Eyjólfsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Anton Logi og vantar einn markaskorara í viðbót. Það var auðvitað Benedikt Warren og svo var það Adam Ægir Pálsson skoraði úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik, en já. Það eina sem er eftir hér í kvöld það er verðlaunaafhendingin frá Bós. Ég veit ekki hvort ég ætla að fara að segja þetta gott bara hér í kvöld og gleymdi allavega að kynna mig. Ég heiti Arnar Laufdal og var að fylgja ykkur hérna í kvöld, en ég þakka allavega bara kærlega fyrir mig og bara takk kærlega fyrir að kíkja og bara hafið það gott hátíðarnar.